Árni Ólafsson, arkitekt, næstur. Gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl. Ég ætla að fara yfir skipulagsmálin eða hvernig þessi fyrirhugaða uppbygging Laxós, hvernig þarf að mæta henni í skipulagsmálum í Dalvíkurbyggð og Árskógssandi. Ég ætla nú að byrja á því að deila hérna skjá þannig að þið sjáið hvað ég á við. Sjá. Það er komið það ekki. Þið sjáu þetta? Já, þetta lítur mjög vel út. Já, fínt. Þetta er sem sagt tvíþætt. Hérna, já, ef við förum í gegnum bara tilefnið, það er umsókn sem er sjálf 5-6 ára gömul svæði fyrir eldisstöð, fyrir seiði og unglax. Og þetta er framkvæmd sem er tilkynningarskyld samkvæmt þágildandi lögum umhverfismat og núgildandi lögum umhverfismat áætlana og framkvæmda. Það komu ný lög sem leystu þessi gömlu af hólmi en eru með sambærileg ákvæði. Þannig að framkvæmdin, fyrirhuguð framkvæmd, uppbygging eldisstöðvarinnar. Það er ekki skipulagsmálin, heldur sem að fyrirhuguð starfsemi var tilkynnt til Skipulagsstofnunar og Skipulagsstofnun úrskurðaði að þetta væri ekki háð mati á umhverfisáhrif. Og það var náttúrulega kært og það kom úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála sem fólst í því að þeir staðfestu niðurstöðu Skipulagsstofnunar. Þannig að starfsemin sem verið að hlýða til með breytingum á skipulagi er ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Viðfangsefnið hjá mér, gagnvart sveitarfélaginu og fyrirtækinu, er að búa til tillögu skipulagsforsendur fyrir þessa seiðaeldisstöð á Árskógssandi. Það er tvíþætt, það er annars vegar aðalskipulagsbreyting vegna þess að það er gert ráð fyrir að stöðin verði að hluta til á athafnasvæði á þurru landi og líka á landfyllingu rétt innan við höfnina á Árskógssandi. Og á landfyllingunni verður nýtt athafnasvæði og þar þarf að vinna nýtt deiliskipulag. En stöðin sem verður upp á bakkanum, hún fer inn á lóð sem er skilgreind í gildandi deiliskipulagi þar. Þar þarf að vísu að stilla nýtingarhlutfall, hækka það örlítið en það hefur ekki áhrif hvorki á hæð hússins eða neitt út fyrir byggingareiti. Meginatriðin í þessu skoðum þau svona myndrænt að fyrsti áfangi er þetta úthlutun lóðar sem er til í deiliskipulagi sem Píla bendir á, Öldugötu 31. Og þarna er teiknið svona frumdrög að byggingum og þetta er innan byggingareits og innan þeirra hæðamarka sem settir í deiliskipulagi en byggingarmagnið er nokkuð meira. Í öðru lagi er fylling innan við höfnina eða austan við höfnina og á fyllingunni kemur rúmlega 11.000 fermetrar lóð og þetta er hugsanlega fyrri áfangi landfyllingarinnar og þarna er annar áfangi stöðvarinnar. Stöðvarnar eru tengdar með lögnum þannig að seiðin segjum við dælt þarna niður á neðra svæðið. Guðmundur Valur getur nú útskýrt starfsemina betur. Og það er jafnframt á ósk hafnarstjórnar er gerð breyting á hafnarmannvirkjum þannig að grjótgarður sem er hér, þar sem ég bendi, hann er færður aðeins utar. Og það verður væntanlega viðlegukantur við þessa nýju fyllingu þannig að skip sem flytja afurðirnar í burtu geta lagst að kantinu. Og þetta er viðlegukantur sem er náttúrulega bara notað við góðar aðstæður. Og
Það miðað við það að það sé tiltækt efni á hafsbotni sem hægt að dæla upp í landfyllingunum. Síðan hérna möguleiki á öðrum, eða sem þriðja áfanga sem þá síðari áfangi landfyllingar og sem náttúrulega umtalsvert miklu stærri. Og það að geta þess að þetta ekki algjört skilyrði þó að þetta sé æskilegasta lausnin ef starfsemin gengur, ef að hlutinni ganga það vel upp að hérna, það verður áhuga á því að stækka stöðina þarna, þá þetta heppilegasti kosturinn, en ef að þetta gengur ekki, þannig að fyllingin þurfi að vera minni, þá eru til aðrar lausnir á þessari stækkun. Og þetta sé kannski það æskilegasta út frá sjónarmiðum fyrirtækisins. Það þarf að breyta skipulagsuppdráttum. Það hérna þéttbýlisuppdrátturinn. Þetta svona bara bírókratía og tæknilega atriði að stækka þéttbýlisuppdráttinn aðeins út í sjóinn, og það þarf að stækka þéttbýlisafmörkunina út í sjóinn, og síðan þarf að breyta svokallaðan þéttbýlisuppdrætti sem sýnir skipulagið á Árskógssandi og búa til landfyllinguna og nýja landnotkunarreit, athafnasvæði. Og það þarf að gera ráð fyrir vatnslögn, því að það gert ráð fyrir vatnstöku upp með Þorvaldsdalsá, og þar kemur ný vatnslögn þaðan og niður meðfram aðkomuveginn. Og það þarf að lagfæra, breyta sjóvarnargörðum, af því að við erum að færa sjóvarnargarðinn utar, og það skýringarmynd í aðalskipulaginu sem þarf þá að leiðrétta til samræmis. Hérna þessi svokallaði sveitarfélagsuppdráttur, þar sem þéttbýlið bara sýnt sem rauðu flokki, svona gildandi skipulag. Og hérna sjáum við fyrri áfangan af landfyllingunum, að þetta minni áfangin, og þetta sirka 1,3 hektarar sem landfyllingin þarna. Það vatnslögnin merkt þarna, flettum hérna að sjáum við að bætist við blá lína þarna upp í niður eftir myndinni, og það ný vatnslögn frá vatnsbóli sem fyrirhugað þarna. Og þessi vatnslögn og þetta vatnsból innan þess sem kallað hverfisendarsvæði, það hvítu þverrákirnar hérna. Hverfisendar, þetta nýtur sem ákveðna verndar vegna náttúrufars og útivistargildis. Þannig að það þarf að viðhafa varúð þarna og gæta að náttúruverndarsjónarmiðum þrátt fyrir þessa framkvæmdir sem hér eru settar inn á þetta hverfisendarsvæði. Síðan ef við sjáum hérna munin á fyrri og síðari áfanga landfyllingar, það fletti hérna á milli, rauða flákan á þéttbýlisuppdrættinum, og þetta sem sagt, þá fyllingin orðin 2,8 hektarar. Síðan þetta var sem sagt sveitarfélagsuppdrátturinn sem sýnir allt sveitarfélagið. Þetta síðan þéttbýlisuppdráttur, það svona uppdráttur af hverju að Dalvík og að Hauganesi og Árskógssandi og Laugarhlíð. Og svona lítur hann út núna. Þetta þéttbýlisuppdráttur ef honum bara breytt miðað við þennan fyrri áfanga fyllingarinnar, og þá þá það fylling og breyting á hafnarsvæði, og vatnslögnin kemur þarna inn líka, og síðan þetta ef farið í þessa stóru breytingu með stórri fyllingu. Þessar fyllingar, stærri fyllingin eða minni fyllingin, þetta náttúrulega til umræðu og skoðunar, því að þetta hefur náttúrulega áhrif á umhverfið. Þetta svona bírókratía líka, það þarf að breyta upplýsingum í greinargerð aðalskipulagsins, það nýtt svæði, þetta sem kallað 709A, sem þá af þeirri stærð, hvort það verður stærri eða minni stækkunin, og síðan það skipulagsákvæði, og þetta sérmerkt eða eyrnamerkt fyrir seiðaeldisstöðina. Hérna gildandi deiliskipulag, og
Og við fletti hérna á milli, þá verið að tala að fá þessa lóð hér undir fyrsta áfanga stöðvarinnar og hér þá aftur dæmi byggingu af þeirri stærð sem þarf þarna. Hún innan byggingareits og endurteka hún líka innan þeirra hæðamarka sem eru sett fyrir þessar lóðir hérna. Það eru 3 lóðir, minni lóðir hérna fyrir minni hús og ég hef sett þau líka inn í módelið bara til þess að fá mælikvarða og á þessari mynd sjáum við líka glitta þá í deiliskipulag eða drög að því á landfyllingunni. Aðrar forsendur sem þarf að gera grein fyrir til dæmis fornminjar. Það búið að kanna þær á svæðinu, það engin skráðir minjastaðir þar sem verið þar sem fyrirhugaðar framkvæmdir eru. Það búið að raska allir ströndinni. Að vísu þarna austast, næst Ósonum, þar eru skráðir minjastaðir en það utan við það sem verður snert með þessum framkvæmdum ef það fæði. Og það búið að kanna lagnaleiðina sem fyrir Kaldavatnsvötnina og það engar áður þekktar fornleifar þar. Og síðan náttúrulega í gildi ákveðin varúðarregla í sambandi við fornminjar. Ef það finnast þá ber að tilkynna og stöðva framkvæmdir og svo framvegis. Ef við förum í áhrifamatið eða það sem kallað umhverfismatsskýrsla núna, þá hérna stutt ágrip eða þetta byggir að hluta á því á umhverfismatinu sem var lagt fram á, eða hvað maður segja, tilkynningunni var það ekki. Já, það í rauninni uppkast af umhverfismati sem var lagt fram með tilkynningunni til Skipulagsstofnunar á sínum tíma sem ég sagði ykkur frá áðan. Að með því að taka efni af sjávarbotni í fyllinguna þá hefur það náttúrulega tímabundin neikvæð áhrif á lífríkið þar. En þarna engin sérstök náttúrufyrirbrigði eða sérstakar tegundir lífvera að ræða, þannig að til lengri tíma verða lítilega engin áhrif af efnistökunni á sjávarbotninu. Mestu áhrifin eru á ásýnd svæðisins vegna þess að landfyllingin og mannvirkin sem á henni eins og öll hús sem eru byggð þarna hvar sem þetta sést. Og þau áhrif eru náttúrulega varanleg, en það má enda á að þau eru náttúrulega háð því líka hvort tekst vel til með frágang og hönnun, hvort að mannvirki verði til sóma eða ekki. Þannig að þetta áhrifin eru dálítið háð útfærslu. En þrátt fyrir hennar sýnileika þá munu mannvirki á fyllingunni ekki hvorki skerða útsýni frá íbúðarhúsum né valda skuggavarpi á íbúðarhúsum. Þetta náttúrulega stendur undir bakkanum þarna, þannig að það eðli málsins að þetta varpar ekki skugga á íbúðarhúsum þarna frá ofar. Og þessar breytingar og uppbygging á svæðinu getur fallið ágætlega að hafnarstarfseminni sem liggur þarna upp á. Það ekki gert ráð fyrir starfsemi sem veldur hávaða eða lyktarmengun og það engin minjastaðir eins og ég sagði áðan og áhrif af atvinnuuppbyggingu gætu orðið og verða væntanlega jákvæð áhrif á samfélag og það stuðlar að eflingu samfélagsins og bætir samkeppni hæfni þess eins og sett sem markmið í landsskipulagsstefnu. Og þessi jákvæðu áhrif gætu líka ná til næstu sveitarfélaga. Nú vill svo til að til dæmis Hrísey tilheyrir öðru sveitarfélagi og það getur verið starfsemi þess vegna á Akureyri sem hefur hag af þessari uppbyggingu þarna. Og atvinnusókn getur bæði verið innan sveitar og frá öðrum sveitarfélagum. Þarna verður unnið samtímis deiliskipulag og breyting á aðalskipulagi, þannig að sú vinna samþætt. Þetta snertir ekki önnur sveitarfélög, þetta inn í miðri Dalvíkurbyggð og þessi framkvæmd ekki háð ákvæðum í svæðisskipulagi EF.
Ef við skoðum síðan þennan helsta áhrifavald sem náttúrulega ásýndin á hvernig þetta kemur til með að hafa áhrif á bæjarmynd og umhverfi, þá getum við byrjað hérna á einföldum þversniðum sem sýna þversnið á móts við Ægisgötu 13 og Ægisgötu 17. Og þarna eru byggingar sem eru, og þær eru 11,5 metrar að hæð í mæni, en miðað við að gólf eða botn á kerjunum sé ekki nema hálfan metr yfir sjávarmáli, þannig að mænirinn er 12 metra yfir 0 hérna viðmiðuninni. Sjórinn náttúrulega, það er flóð og fjara, þannig að það er upp og niður frá þessu núlli og hérna það er miðað við að fyllingi sé í ca. 2 metra hæð og að hérna þá er mænirinn ca. 10 metrum ofan við landhæðina. Svo eru hérna grófunnar og hraðunnar myndir sem sýna þessi 3 sjónarhorn, A, B og C. Og þetta er mynd sem miðast við ásýnd frá húsunum við hérna á ofið, fyrstu húsaröðina. Og brúnin, þetta er brekkubrúnin hérna, og þessi mynd er því miður unnin bara inn í landmódel Google Earth. Þannig að það var ekki nógu mikið forsjálni að eiga góða ljósmynd með þessu sjónarhorni. En þetta er held ég býsna nákvæmt. Við getum séð ef við framlengjum mænin hérna og sjáum skurðpunktinn á þeim línum, þá er það í sjóndeildarhringnum hérna, þannig að hæðarsetningin á sjónum og fjöllunum er rétt, en það er sjónarhornið valið nákvæmlega eftir loftmynd. Þannig að þetta sýnir okkur það að húsin, þau sjást, en við horfum yfir þau að sjóndeildarhringnum. Og síðan erum við með einfalt landmódel, þar sem við setjum inn dæmi af byggingar og mannvirki. Það er ekki búið að hanna þetta og við erum ekki að teikna á þetta glugga eða handrið eða þakefni eða neitt sem þess. Þetta eru bara massar sem sýna okkur umfangið. Þannig að hérna, þetta er ekki svona fína sölutekningar eins og í fasteignaauglýsingunum, heldur eru þetta svona massatekningar, þannig að áhorfandi þarf að píra svolítið augun og ímynda sér hvernig húsin eru. Sauðaeldisstöðin er hérna upp á bakkanum. Það eru 3 litlar lóðir austan við hana, innan við, og þar geta komið hús. Hérna eru sýnd dæmi hámarksbyggingarmagn á þeim lóðum, í þessum gagnsæju kubbum hér. Þetta er óhannað, en hér eru þessi kubbar settir inn á byggingarreitina þar. Síðan er hérna þá fyrri eða minni áfanginn af fyllingum landfyllingu með 2 skemmum eða húsum með eldiskerjum og aðstöðu sem þarf í kringum það. Og svo ef við skoðum hvernig þetta myndi líta út ef við farum í stóra pakkan allan, þá er það talsvert meira. En það er gætt að því að við erum ekki með skarpar línur í útjaðrinum, þannig að það verður settar bogalínur í jaðarinn. Það er líka gert hér til þess að milda aðlögun fyllingana að núverandi landi eða landinu. En hérna er náttúrulega grjótgarður, og þessi grjótgarður sem er núna hér, hann er í rauninni bara færður hingað út. Og ef farið verður í þetta, þá grjótgarðurinn sem nú er hér, þá er hann færður hingað út. Og svo er grjótgarður hérna, þið sjá móta fyrir honum hérna í loftmyndinni, hann er færður líka hérna aðeins til austurs til þess að rýmka fyrir hafnarstarfsemi hér. Og ef við færum okkur þá í næsta sjónarhorn á ferjunni, og þá er svona gróf áætlað. Þetta er náttúrulega miðað við stóra pakkan,
Það vannst ekki tími til þess að búa til sérstakar mynd fyrir fyrsta áfangan, en það eru þá í rauninni bara þessi 2 hús hér. Við sjáum músuna vonandi. Og svo glittum við í Seiðaeldisstöðina, fyrsta áfangan hérna uppi. Og þannig að þetta eru megin áhrifin á umhverfið, það sýnileikinn. Og vissulega þetta breyting á ásýnd bæjarins, til dæmis frá sjó. En það bara eðli málsins náttúrulega við allar byggingar sem reistar eru. Svo ef við myndum okkur aftur í módelið og horfum fyrst á minni pakkan og síðan þann stærri undir þessu fuglaperspektífi úr suðvestri. Og hérna sjáum við þessar 3 lóðir sem á eftir að úthluta fyrir einhverja starfsemi sem í sjálfu sér skermar af þessa stóru lóð og stóru byggingu séð frá íbúðabyggðinni. Þannig að það var ekki verið að sækjast eftir því að setja þessa byggingu hingað fram. Heldur halda þessum litlu lóðum þannig að þær væru fronturinn af þessu athafnasvæði hér. Og síðan síðasta sjónarhornið, þetta aðeins, bjólböðin eru fyrir aftan okkur. Þetta smá kippkott frá þeim, ekki langt þó, og svo glittir þarna í byggingarnar, miðað við þessar hæðir sem við erum að miða við, þá glittir í þær þarna á bakvið. Þannig að þetta sést varla og sennilega ekki frá bjólböðunum en á þennan hátt og sést náttúrulega því meira sem við göngum lengra eftir þessum vegi. Og svo einn samanburður hérna í viðbót að þessi kerjaskálar sem eru teiknaðir þarna fyllingarnar, þær eru jafnstóru og þessi rauði flötur hérna sem við setjum hérna til samanburðar inn á hafnarsvæði á Dalvík. Þetta nýja Samherjahúsið hér sem náttúrulega stór bygging og hár og aðra byggingar hérna sem við þekkjum á Dalvík. Þetta stærðin á þessum kubbum sem eru á fyllingunum. Þetta þess að fá mælikvarða á þetta. Við getum tekið saman áhrifin af þessu, áhrifin á lífríki sjávar, það sem tímabundin neikvæð áhrif sem síðan jafna sig. Það ekki talin vera áhrif af fráveitu vegna þess að það eru áform hreinsun og það allt saman. Enda gilda þetta ströng reglugerðarákvæði. Áhrif á landnotkun og ásýnd, það náttúrulega aðalega sýnileikinn og þið sjáum þarna litakóði á þessu. Grænt jákvætt, rautt neikvætt, blátt ekkert, gult óvisst og grátt háð útfærslu. Og sýnileikinn, áhrif af sýnileikanum náttúrulega hluta til háð útfærslu. Hvort það tekst vel til með byggingar, mótun þeirra, form og útlit og frágang og frágang mannvirkjanna bara yfirleitt. Síðan setjum við rautt á þessa stóru landfyllingu vegna þess að hún hefur afgerandi áhrif á bæjarmynd Árskógssand. Þú breytir þeirri mynd. Það kannski of djúpt í árinni að tekið að setja hreinlega rautt á það, en það ekkert verið að fela þetta. Þetta hefur áhrif. Þetta fellur ágætlega aðliggjandi starfsemi og skerðir hvorki útsýni né veldur skugga upp á íbúðalögum, þannig að það óhætt að gefa því grænt. Þetta hefur engin áhrif á hljóðvist og loftgæði og við vorum búin að fara yfir menningarminjarnar og samhengi við aðrar áætlanir og áhrifin á samfélagið, að það geta náttúrulega verið og eru væntanlega jákvæð áhrif af svona atvinnuuppbyggingu á svæðinu. Þetta endurtekning á því sem ég fór í gegnum áðan. Og þá ég í rauninni búinn og þá það þá ekki Helga Íris sem mest með tímaáætlunina? Nei, já, takk kærlega fyrir þetta, Árni. Það reyndar Guðmundur Valur Stefánsson, hann á að vera næstur. Já, alveg rétt, já. En það eru spurningar komnar hérna í spjallið, en það kannski Guðmundur bara getur svarað því eftir kynninguna sína. Hann gjörðu svo vel, Guðmundur. Að deila skjánum hérna og sjá. Það náttur.
Nei, það ekki hérna. Svona. Já, komið öll blessuð og sæl. Ég heiti Guðmundur Valur Stefánsson. Ég verkefnastjóri þessa verkefnis og ég ætla að renna svona rólega yfir nokkrar fá glærur þessa starfsemi. Nú, auðlindir sem við notum eru ferskt kalt vatn, sjór, heitt vatn ásamt súrefni og rafmagni til að framleiða það bil 300 gramma laxaseiði, það er átt við meðalþyngd til sölu, samtals 1200 tonn af lifandi fiski á ári. Allt frárennsli verður hreinsað og úrgangur fyrir sérstakan söfnunartank, nýtist til dæmis sem lífrænn áburður í landgræðslu og ýmislegt annað hægt að gera við þetta. Sjóvarpsdeild verður á landfyllingu við höfnina. Þar verður notaður að mestu sjór en einnig tiltakt sjálfrennandi ferskvatn og heitt vatn. Endurnýting á vatninu verður 70%. Það er að segja að vatni hringrásar 70% og 30% kemur inn og 30% fyrir út. Vonast er til að skipulagsbreytingin verði yfirstaðin í ágúst þetta ár og fjármagn verði til reiðu svipað leyti. Það má búast við að fyrstu hrognin komi haustið 2023 og þá verður fyrsta sala síðsumars 2024. Annar áfangi, það sem við erum búin að sýna áður, hugsaður til að fyrirtæki geti vaxið ef aðstæður muni þróast jákvætt fyrir Laxós. Verkfallsdeildin, þarna mynd af layouti sem verður þá inni í húsinu við Öldugötu 31. Hún búin klakdeild. Ég verður þetta að sýna hérna með bendlinum hérna, þetta klakdeildin hérna. Og startfóðusdeild, það þessi salur hérna, og seiðadeild, það þessi partur hérna. Og svo hérna salur fyrir flokkun og hérna bólusetningu. Það má segja að þetta kerfi hérna, það búið svokölluð recirculating aquaculture system, þannig að 98% af vatninu sem notað hérna inni, það hringsólar í gegnum þessi vatnsbúnað sem hérna. Þetta eru filterar, þetta eru biofilterar og þetta meðhöndlunarkerfi og loftun og súrefnisinnsetning. Þannig að þetta má segja, svona sterilt svæði. Þangað til fiskurinn orðinn bólusettur og búinn að ná ónæmiskerfinu í gang, þá getur hann fyrst farið út úr húsinu. Hrognin keypt frá stofnfiski sem fara þá inn í klakdeildina. Þar eru þau alin í það bil 60 gramma meðalþyngd. Flokkuð og bólusett og þá flutt í eldisskála á landfyllingu. Og lokum eru þau seld til sjókvíeldis, þá væntanlega austur og firði eða til Vestfjarða. Og þetta hefur auðvitað ákveðin samfélagsleg áhrif, þessi framkvæmd. Áætlaður fjöldi starfsfólk 10 til 12 manns. Fyrirtækið þarf konur og karla, stjórnendur með menntun og reynslu, en starfsfólk fær starfsþjálfun. Laxós þarf einnig alls konar tæknilega þjónustu, svo sem varða tölvur og net, rafmagn, vélar, dælur, öryggis og upplýsingakerfi, eftirlit og fleira. Hagsmunir Laxós, það eru hagsmunir að starfsfólk búi á staðnum
Líklegt að einhverja fjölskyldur vilji flytja til Árskógssands. Búast má við hækkandi íbúðaverði. Það reynslan víða að þegar svona starfsemi kemur á litla staði. Og áhugi á íbúðabyggingum geti aukist. Eftirspurn mun aukast eftir ýmiss konar þjónustu. Samfélagsleg áhrif miðað við seinni áfangar. Ef verður að seinni áfanga mun framleiðsla aukast í 5.000 til 6.000 tonna framleiðslu á ári. Þessi fylgir mikil fjárfesting sem kallar á aukna þörf fyrir alls konar þjónustu. Svo sem varðandi skóla, barnaheimili, heilbrigðisþjónustu, verslun, aukin eftirspurn eftir húsnæði og ýmislegt annað. Þarna mun vera þörf fyrir 15 til 17 ársverk. Starfsfólk frá Árskógssandi en einnig Hrísey og víðar. Aukin tækifæri fyrir afleidd störf og atvinnurekstur. Til dæmis má nefna að líklegt að Laxfoss muni kaupa fóður frá fóðurverksmiðjunni Laxá í Krossanesi og það eru 4.000 til 6.000 tonn af fóðri á ári. Og það leiðir alveg pottið til þó nokkrar aukinna umsvifa hjá þeim. Svo má nefna fóðurflutninga. Það mun gerast annaðhvort með bátum eða skipum eða bara flutningabílum. Og meira var ekki, þakka fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta, Guðmundur. Nú er tími fyrir umræður og fyrirspurnir. Ég ætla að lesa fyrst spurningarnar sem eru komnar í spjallið. Já, það er fyrsta spurning, hve mörgum starfsmönnum reikna með við stöðuna? Þú varst búin að svara því, var það ekki 10 til 11? Varstu ekki að segja það, Guðmundur? 10 til 12. 10 til 12, já. Og svo er önnur spurning, reikna með að heimabátar hafi aðstöðu áfram við höfnina? Já, sjálfsögðu. Þetta hefur engin áhrif við. Já, það er alveg reikna með því. Svo er auðvelt að nálgast stórgrýti í Varnargarð og hver er vegalengdin sem þyrfti að fara til að sækja það? Ég man það ekki. Ég var búinn að skoða þetta bara, þetta er svo langt síðan ég gerði það. Það er einhverja námur þarna sem ég bara man ekki hvað er. Það þyrfti væntanlega að sækja þetta inn í Moldhögnaháls. Já, það var það. En stór hluti af efninu er í núverandi görðum, en það þarf náttúrulega að bæta við. Já. Og svo er spurning, eru núverandi sjóvarnargarðar nægilegir til að verja starfsemina? Það verður bætt við, sko, það er alveg, við gerum alveg fastlega ráð fyrir því að það verður töluvert sem við þurfum viðbútt. Væntanlega verður siglingasvið vegagerðarinnar, sko, ráðgefandi og jafnvel hönnuðir að varnargörðum er það ekki og hafnarmannvirkjum. Jú, þeir hafa þegar komið að málum. Já, þannig að það getur vel verið að hæð varnargarðanna verði eitthvað herri en núverandi. Ég tel samt að sko fyrir þessa starfsemi þá á það ekkert að skaða okkur þó að það skvettist eitthvað það. Nei. Og svo er spurning, hafa verið gerðar einhverjar mælingar á áhrifum þessara landfyllingu og ölduhreyfingu innan hafnarinnar? Siglingasvið vegagerðarinnar hefur skoðað þetta mál og var með ákveðnar tillögur sem átti að lúta því að það yrði meiri kyrrð í höfninu á eftir og ég held að þetta sé nokkurn veginn samkvæmt þeirra svona tilmæli. Ég ætla kannski að fá að koma aðeins inn í þetta líka því þetta hefur verið til umfjöllunar í veitu- og hafnaráði og það er búið að óska eftir því að hefur verið samtal við siglingasvið vegagerðarinnar líka vegna bara öldugangsins eins og hann er í dag. Hann er óásættanlegur á köflum í ákveðinni átt. Þá er mjög slæm alda í höfninni og það þarf alveg örugglega að taka á því máli hvort sem af þessu verkefni verður eða ekki.
En Veitu og Hafnará hefur verið að vinna að þessu að skoðunum á þessu meðsiglingarsviði Vegagerðarinnar. Takk fyrir þetta. Og svo hérna spurning, hvernig starf í boði fyrir ómenntað fólk og hvernig laun erum við að tala um? Þetta nú alls konar störf. Það náttúrulega mjög mikið að stjórna alls konar kerfum, fylgjast með skjáum og fylgjast með fiskinum. Þetta mjög mikið eftirlits störf og fyrir 100% vinnu þá verið að greiða kringum 500.000 í brúttórlaun. Ég reikna með því að það verði svipað og aðrir að gera. Takk fyrir þetta. Ég ætla að taka fram, ég les bara upp spurningar. Og svo hérna ein spurning, mun bærinn breyta sér sérstaklega fyrir uppbyggingu staðarins ef verkefni fer í framkvæmd? Og ef svo hvernig? Ég skal koma inn á þetta. Við munum náttúrulega þurfa að skipuleggja í kringum þetta verkefni ef af því verður. Sérstaklega þarf að skoða alla skipulagningu í kringum Hríseyjarferjuna vegna þess að bílastæði og annað, það þarf að huga að allri umferð þarna í gegn og bílastæði í kringum Hríseyjarferjuna nú þegar sprungin á ákveðnum álagstímum árs, þannig að það þarf að deiliskipuleggja þarna í kringum hafnarsvæðið og það búið að óska eftir því að það verði gert. Síðan þarf líka að fjölga lóðum. Það eru nú bara mjög fáar íbúðar lóðir eftir og það eru í rauninni vantar skipulagningu í heild á Árskógssand. Þannig að sveitarfélagið mun alveg örugglega þurfa að einhenda sér í það ef af þessu verkefni verður. Því að þetta kallar klárlega á einhvers konar viðbót við íbúðarhúsnæði sem nú þegar á staðnum. Hins vegar mun sveitarfélagið ekkert byggja íbúðir þarna frekar en annars staðar. Það þarf alltaf að vera aðilar sem að gera það. Takk fyrir þetta. Þá les ég næstu spurningu. Það almennt vitað að fiskeldi hefur slæm áhrif á náttúruauðlindir. Hvers vegna styður sveitarfélagið svo mikið og lengi við áætlanir og framkvæmdaraðila og undirbýr skipulagsbreytingar og fjárfestir á vissan hátt einnig í þágu framkvæmdaraðila áður en það hefur skýra afstöðu ríkisvaldisins hæfi þess á fyrirhugaðri staðsetningu og jákvæða stuðning við íbúa og starfandi fyrirtæki á svæðinu? Ég skal svara þessu líka. Þetta erindið kemur bara upphaflega inn til okkar. Það ekki þannig að við séum á þeim tíma að leita eftir þessu verkefni. Þetta frá 2016 og hefur verið alltaf af og til í umræðu síðan þá. Við höfum á öllum tímum höfum við alltaf kynnt þetta fyrir íbúum og leitað eftir samtali og við höfum ekki hingað til fengið þá afgerandi afstöðu íbúa að þeir vilji að við hættum að skoða þetta verkefni. Hins vegar hafa ekki verið teknar ákvarðanir beint það ennþá. Þannig að við erum líka eftir að skoða betur bara vatn, bæði heitt og kalt og annað í sambandi við þetta verkefni. En til þess þessi íbúafundur haldinn og þessi kynningafundur til þess að fá fram afstöðu og það sem mér fannst gott að geta sýnt á þessum fundi umfram það sem hefur verið sýnt áður. Það eru þessar þrívítar myndir og skugga eða sem sagt ásýndar myndir fyrir staðinn og ég segi það alveg eins og ég veit alveg að mörgum bregður örugglega þegar þeir sjá þetta vegna þess að þetta mjög stórt fyrir Árskógssand. En það bara þetta allt í samtali ennþá. Takk fyrir. Það næsta spurningur á ensku. Ég ætla að þýða hana lauslega. Það hvernig getið áætlað hversu mikið kalt og heitt vatn þarf yfir 1 ár í samanburði við til dæmis venjulegt heimili. Og ef það vatnsskortur, hver mun fá
fyrst forgangsraðað? Ég get nú svarað þessu. Sko, kalt vatn það er nú meiningin, sko, okkur vantar kalt vatn til þess að keyra ferskvatnsdeildina sem verður við Öldugötu. En þar verðum við með þennan rasbúnað, þannig að við þurfum bara 2% af öllu því vatni sem við erum að nota. Og þetta í rauninni mjög lítið vatn, en við áætlum að taka vatn úr Þorláksdalsá. Við hefum líka fengið vilyrði það að fá að bora. Og þetta vatn verður nú aðalega notað þá fyrir starfsemina á landfyllingunni. En síðan munum við kaupa heitt vatn af sveitarfélaginu. Og eins og mér skilst að þá hefur við verið í kringum 50 tonn á tíman á lausu. Og mér skilst að ef við færum í stækkun á starfsemi þá kemur til greina að það hefði boruð önnur borhola, hitavatnsborhola. En við getum rauninni keyrt eða fiskeldi sem fer fram á landfyllingunni eingöngu á sjó. Þannig að við þurfum ekkert kalt vatn endilega þar, en þó að sé æskilegt að hafa. Núna þetta hafi svarað spurningunni. Ég myndi kannski koma aðeins inn á þetta líka, að Guðmundur Valur fer rétt með sem sagt varðandi það sem að við getum tekið úr þeim borholum sem við höfum í dag. Hins vegar þá það búið að vera á framkvæmda svona plani til lengri tíma að við þurfum hvort sem að bora eftir að dýpka holuna á Brynjarsborgum og svona styrkja heitavatnsstöðu bara í heild fyrir sveitarfélagi. Þannig að það mun líklegast fara í forgang ef af þessu verkefni verður. Takk fyrir þetta. Þá það næsta spurning. Mun Dalvík setja hámarkshæð á byggingar í landfyllingu? Til að vísa þessu aðeins til Helgu Íris, skipulags- og tæknifulltrúa. Hæ. Já, það ekki því til fyrirstöðu að þessi sett einhvers konar mörk á hæðina í deiliskipulaginu þegar það gert. Og ég býst við að það verið gert á þess að viti að hann Árni talaði á 12 metra mænishæð. Var það ekki? Jú, var það ekki 12 metra, sko í hæð 12 metra, það 10 metra í landi. Já, og ég meina það þá eitthvað sem sett fram í deiliskipulagstillögunni. Já. Svo næsta spurning. Hvernig hefur svona starfsemi komið út annars staðar, til dæmis þegar kemur að atvinnusköpun? Já, hún hefur komið bara mjög vel út, sko. Og það til dæmis ágætis dæmi svona starfsemi inn í Tálknafjarðarbotni. Mjög sambarlegt á þetta. Það hefur haft gríðarleg áhrif á heimabyggðina. Takk. Önnur stöð í uppbyggingu við Kópasker líka núna. Alveg rétt. Ég veit ekki alveg hversu stór hún í samanburði við þetta, en auðvitað eru allt sem skapar þjónustu, það hefur áhrif á svona þessum minni stöðum, en það væri mjög fróðlegt að fá kynningu frá Tálknafirðingum því að þar þetta gríðarstórt fyrir það litla sveitarfélag. Það má bæta því við að verkefnið á Kópaskeri pluss verkefnið sem í Kelduhverfi, Rifós, það svona sambærilegt og það sem við ætlum að gera á Árskógssandi. Takk. Þá fer í næstu spurningu. Hvernig hugmyndin að leysa bílastæðamál vegna ferjunnar? Það augljóst að þau verða ekki þar sem þau verða þessi framkvæmd að veruleika. Já, þá spurningum að hreinlega að sýna uppdrátt. Bíðum við.
Ég ætla að opna hérna teikningu og fá að deila henni. Ég kom líka meðan Árni er að deila, ég kom aðeins inn á það áðan að það þarf að taka heildar umræðu þessi bílastæðamál almennt. Helga getur kannski komið aðeins betur inn á, þetta hefur verið rætt bæði í veit- og hafnaráði og í umhverfisráði. Nú ætti að vera komin upp mynd, þetta er loftmynd með svona vinnugögnum ofan á. Það er gildandi deiliskipulag hérna við Öldugötu er hér og þessi drög sem við erum búin að sýna ykkur hérna. Og hérna eru þessi bílastæði nánast eins og þau eru núna. Það eru náttúrulega í þessum drögum, þetta er náttúrulega ekki orðin hlutur, eru dregin lóðamörk eins og þessi gulu hlutur sýnir. Það eru bílastæði hérna beggja vegna, það er aðkomuleið að starfseminni hér í gegnum þessi bílastæði. Hér er gert ráð fyrir einhverjum bílastæðum og hér er möguleiki á til dæmis rútustæðum. Þannig að það er í sjálfu sér ekkert verið að í þessu verkefni hefur ekki verið stækka þetta svæði sem fer undir bílastæði. Og það viðfangsefni hefur ekki verið viðrað af hálfu sveitarfélagsins. Er þetta nóg í bili? Já, takk fyrir þetta og næsta spurning, hvaðan kemur fjármagnið? Datt hérna á glugginn. Hvaðan kemur fjármagnið sem þarf til að koma þessu á koppinn? Það er sjóður hérna á Norðurlandi sem heitir Íslensk verðbréf sem sýnir þessu mikinn áhuga og er raunin að bíða eftir að þessi skipulagsbreyting gangi í gegn til þess að þeir geti tekið endanlegar ákvarðanir. Nei, takk fyrir þetta. Þá er næsta spurning á ensku, ég ætla líka að þýða hana lauslega. Það er hvað er kostnaður sveitarfélagsins? Já, þá, og fyrir nákvæmlega hvað það er vegurinn, the water system og já, the electric system og landfylling, the dedicated wastewater treatment plant og svo framvegis. Er eitthvað sem getur svarað þessu? Ég er ekki að reikna með að þetta sé að kosta sveitarfélagið neina gatnagerð eða landfyllingu. Það er bara verkefni sem að greiðir sjálft fyrir það. Þannig að þetta snýr þá fyrst og fremst að mögulega eins og hún kemur inn á fyrirspyrjandinn með wastewater eða sem sagt frárennslisvatnið og já, ég er ekki með neinar tölur það og við höfum ekki reiknað með því að þetta væri að kosta okkur nema þá að við værum mögulega að kosta til í borun á heitu vatni og mögulega eitthvað í kringum kalda vatni. En ég reikna alltaf með að það þurfi að gera samninga við verkefnið þá verði einhver kostnaður á sveitarfélagið að það greiðist að verkefninu á einhverjum ákveðnum tíma. En þetta eru bara allt samningar sem að hafa ekki verið neitt skoðaðir ennþá. Við erum ekki komið það langt. Ég get bætt við þetta að í áætlunum okkar gerum við ráð fyrir að allt vatn sem fer frá stöðinni það verði hreinsað og svo verður lögð eitthvað hálfan kílómetri væntanlega cirka út þar sem vatnið fer út á meira dýpi. Takk fyrir þetta. Þá er það næsta spurning. Finnst ykkur þetta flott ásýnd en það er kannski ekki að svara því núna og svo... Ég get alveg svarað því aðeins. Já. Þetta er mjög það hefur mikil áhrif á mann þegar maður sér þetta svona teiknað inn á og sérstaklega í þrívídd. Þannig að mér finnst kannski stærsta málið
hvernig þetta leggst í íbúa staðarins, það mun skipta bara mjög miklu máli. Það má alveg vekja athygli á því að það er ekki verið að fela neitt, það er ekki verið að lauma neinu inn bakteríamegin, þetta er sýnt bara hér í öllu sínu veldi þessi stóra stækkun, þannig að það sé hægt að taka afstöðu til þess og meta og sjá og spá. Já, svo er næsta spurning hérna á ensku. If this is so little water that will be used, why so many pumping stations? Það er nú svo sem heilmikið vatn sem að þetta er að nýta. Við erum að tala ef það er verið að vísa til magns af heitu vatni, þá er verið að tala 50 tonn á klukkutíma. Það er gríðarlega afhending. Þannig að við munum alltaf þurfa að bora en við munum líka þurfa að gera það á næstu árum. Þannig að hvort sem verður farið í þetta verkefni eða ekki til að tryggja afhendingaröryggi í heild fyrir sveitarfélagið. Okay, takk fyrir. Og næsta spurning, ef húsin á landfyllingunni er 12 metrar að hæð, þá náðu langt upp fyrir bakkann sem er ekki nema 6 til 8 metrar. Þá hljómar það ekki ásættanlegt fyrir íbúa Ægisgötu. Hefur bakkinn verið mældur og er möguleiki á að húsin geti verið lægri? Já, hörðu, ég ætla nú bara að ná í hérna og skoða, minni nú að hann sé nú 10 metra hár, þannig að nei, byttum við mig. Kefum við smá. Já, ég geti kannski bara lesið upp næstu spurningu meðan þú finnur þetta til. Er möguleiki á að fá myndina sem sýna hæð og afstöðu til skoðunar eftir fundinn? Já, það er verið að taka upp fundinn, þannig að hann verður aðgengilegur á heimasíðunni og gögnin líka. Takk fyrir þetta. Heyrðu, það er miðað við hæðarlínu kortið sem er til, þá er brekkubrúnin í 10 metrum. Það þýðir að ef við erum með landið á fyllingunni í 2 metrum, þá er hæðarmunurinn 8 metrar. Síðan er 11 metra hæðarlínan er í götunni, sem lækkar síðan aðeins til austurs. Hún er í 10 metrum austast, gatan, en hún er 11 metrar svona við miðbygg fyllingarinnar. Þannig að hæðarmunurinn á landi og götu er 8 til 9 metrar. Það væri kannski fróðlegt að fá svar við spurningunum, er möguleiki á að húsin geti verið lægri? Þá erum við komin í það sem ákveður hæðina, það er rauninni hérinn sem er inn í byggingunni. Og þá er brostnar ákveðnar forsendur. Og það er mjög slæmur kostur fyrir okkur. Okay. Takk fyrir þetta. Og svo þið talið að landfyllingin verði 2 metrar, er möguleiki að í miðju ferli komi í ljós að það þurfi að hækka hann enn meira vegna sjógangs. Hækkið þið þá húsin sem því nemur? Nei, það svarar einfaldlega nei, það gerist ekki. Það skiptir engu máli með öldugang eða svoleiðis. Það auðvitað er spurning hversu hár varnargarðurinn verður. Hann getur verið hærri. Já, en húsin, það skiptir þau engu máli. Takk. Og svo kom hérna inn ein ábending varðandi tilvísun til Tálknafjarðar, þá er seiðeldisstöðin þar í botni fjarðarins langt frá byggðinni. Og svo les ég næstu spurningu. Hvernig verður tengigjöldum við heitt vatn, kalt vatn og fráveitu háttað? Verður það sambærileg tengigjöld og önnur fyrirtæki hafi þurft að greiða hingað til? Ég get nokk kannski það sem upplýsingar sem ég fekk, það var bara taxti.
sem öllum stendur til boða, það ákveðin magnafsláttur sem mér var kynnt og ég hef byggt á þeim forsendum. Já, þetta byggir bara á gjaldskrám Dalvíkurbyggðar og þar kveðið á gjald til stórnotenda, þannig að ef að notkunin fer yfir ákveðið magna þá eru menn á örlitlum afslætti, en annars bara verið miðað við gjaldskrár Dalvíkurbyggðar. Takk fyrir þetta og þá les ég næstu spurningu. Fari Laxós einhverju ívilnun með tilliti til skatta, gjöld eða verður þetta partur af samfélaginu strax? Það ekki, við gefum ekki ívilnanir á sköttum og gjöldum. Við vinnum bara út frá gjaldskrám. Ég hef ekki upplýsingar neitt annað heldur en það og það væri það bara gott ef að það kæmi fram. Ég veit að hún inn á fundinum, hún Guðrún Pálína til dæmis, stjórnsýslustjóri og þekkir til hvernig hefur verið rukkað fyrir svona verkefni hingað til og þetta verður bara að mínu viti samkvæmt gjaldskrám. Og fólk bætir þá við ef að það hefur einhver aðra upplýsingar heldur en ég. Ég get bara bætt við að það sem var umrætt að það var náttúrulega spurning hver ætti að vera eigandi af fyllingunni og þetta bara útfærsluatriði þá ef sveitarfélagið verður eigandi af fyllingunni og framkvæmdaraðilinn sem sé fjárfestir greiðir allan kostnaðinn, þá það bara útfærsla. Okay, takk fyrir og reiknað með frekari varnargörðum. Þetta svæði alveg opið fyrir norðanáttunni og öldinni. Það mjög mikil hreyfing og sjógangur þarna. Já, eins og við höfum sagt áður, þá þetta bara spurning það hversu hár garðurinn verður. Jú, siglingasviðið var með pælingu lengingu á hafnagarði, á garðinum sem ver höfnina, þessum ytri. Og það eru bara frumpælingar hjá þeim. Já, og mér skilst að það hafi komið út af hreyfingunni í höfnum. Já, og hugsanlega eru þær endurbætur óháðar því hvort að þessi fylling komi eða ekki. Já. Og hvort hún verði stór eða lítil. Já, þá það næsta spurning. Reiknað með að húsin verði svona hvít eins og þrívíddarteikningunum? Nei. Ég tók held ég skýrt fram að þetta eru massar. Ég veit að það getur verið erfitt fyrir einhverja að píra augun og sjá fyrir sér eitthvað annað en akkurat þessa hvítu kubba, en þetta í rauninni bara rúmtæki. Þetta ekki útlit, þetta ekki hönnun. Heldur sýnir þetta bara stærð. Þannig að þetta ekki sölutekningar á fasteignasölu, heldur þetta bara stærð. Og ef ég má bæta við það formið, það gengur út á þetta sé stálblinda hús og þau verður náttúrulega með þessa mæni, þannig að hæðin hún verður hærri út af þessu risi. Við munum auðvitað að leita eftir öðrum lausnum hvort að þær finnast til þess að reyna að lækka þetta ris. En það svona seinni tíma mál. Já, þú hefur ekki pælt í því hvort að viljið hafa flatt þak og mýri ofan á honum. Já, einmitt. Það ekki komið svo langt. Og stækka votlendið í sveitarfélaginu. Já. Takk fyrir þetta. Þá það næsta spurning. Hverjir eru eigendur fyrirtækisins? Eins og þá ég skráður 100% eigandi, en það liggur fyrir samningur að Íslensk verðbréf muni kaupa allt fyrirtækið þegar þessar breytingar eru gegnumæðingar. Takk fyrir. Og þá næsta spurning. Dalvík með vistvæna stefnu með tillit til loftslagsmál og hvernig passar laxeldi inn í því? Hvaðan kemur fóðurið því lax borðar ekki gras? Er fóðurið framleitt úr fiski sem þarf að veiða? Það kannski tvískipt mál, tvískipt spurning.
Annars verður fóður og hitsvegar var það hvað? Er hvort að Dalvíkur með vistvæna stefnu með tillit til loftslagsmál og hvernig passa laxeldi inn í það? Katrín eða Helga Íris? Helga er á mjút. Já. Afsakið, ég er alltaf hóstandi, þannig ég setti mig á mjút. Nei, Dalvíkurbyggð er ekki með neina umhverfisstefnu eins og en að leggja lokahönd á loftslagsstefnu sem tekur reynda bara eins og á starfsemi sveitarfélagsins sjálfs, ekki á starfsemi fyrirtækja innan sveitarfélagsins. Það er svona það er svona skref í framtíðinni sem við viljum taka. Þannig að við erum bara í svona forvinnu í þessu í rauninni. Og það er ekki komið til álita þarna í þeirri vinnu vonandi laxeldi eða eitthvað slíkt. Ég get bætt við að ýmsir vísindamenn hafa nú verið að bera saman svona matvæli og þar kemur eldislax gríðarlega vel út með lítið kolefnisspor miðað við eins og kjúklinga, svín, nautakjöt og ýmislegt annað. Og fóður fyrir lax í sífellt meira mæli sem sé framleiddur úr jurtaríkinu. Og og það í rauninni kannski 10–15% sem kemur frá hafinu. Og ég reikna alveg eins með að þetta verði einmitt fóður frá bara héðanum sem búið til hér í nágrenninu. Hvernig þetta passar inn í starfsemi sveitarfélagsins laxeldi, þá finnst mér það persónulega passa bara ágætlega. Við erum sterk í margvíslegum frumvinnslugreinum eins og landbúnaði og sjávarútvegi og þetta framleiðsla eða sem stuðlar að framleiðslu matvæla og fæðuöryggi og við þurfum að horfa til framtíðar með það og leggja okkar á vogarskálarnar til þess að fæða þjóðina til framtíðar en þetta passar ekki verið inn í heldur en hvað annað og tiltölulega góð starfsemi og fellur vel að sveitarfélaginu að mínu mati. Fyrir þetta þá fer ég yfir í næstu spurningu. Hversu lengi horft til framtíðar, til dæmis með tillit til hækkun sjávar yfirborðs? Já, ég get ekki svarað þessu. Ég held að það sé ansi langt fram í framtíðina. Ég get svaraði þannig. Mér skilst að hækkun sjávarborðs í Eyjafirði talsvert minni heldur en miðað við að meðaltali. Þetta náttúrulega ólíkt eftir hvar á landinu. Þetta kannski vest á suðvesturhorninu en svo landris annars staðar og meðan einhver hlýnun í gangi þá minnka jöklar og þá rís landið. Og ef það kólnar aftur og jöklarnir stækka þá gæti það náttúrulega snúist við þannig að við höfum ekkert á vísan að róa með þetta. En þetta spurning hvenær þarf að grípa til hollenskra ráðstafana og hækka garðana. Takk fyrir. Það næsta spurning sem ensku. What is legal way to avoid in this project? What is legal way? Við að spá í þá hvaða leiðir hægt að fara til þess að leitast við að stöðva framkvæmdina. Það ekki rétt skilið hjá mér? Laura, þú getur kannski svarað því. Að minnsta kosti ég skil það þannig og þá get ég svarað því að við erum að halda þennan fund til þess að kynna verkefnið og kalla eftir afstöðu fólks og Helga Íris kemur betur inn á það á eftir að við ætlum að óska eftir að fá inn athugasemdir miðað við bara bæði miðað við fyrsta áfanga eingöngu eða miðað við annan áfanga líka. Þannig að sveitarstjórn þarf að fá álit fólks eftir þennan kynningafund. Þess vegna erum við að halda þetta.
Þá er Það það. bæta Já. við, auðvitað, sko, væri áhugavert að þeir sem sjá eitthvað jákvætt, þeir séu líka frá því, ekki bara þeir sem séu eitthvað neikvætt. Það vera ábending. Takk. Þá er það á næsta spurning. Á þetta ekki að vera seiðaldi? Er nokkuð reiknað með laxeldi í sjó? Þetta er eingöngu seiðeldi sem þarna er. Og við erum ekki á þeim stað í dag að vera að spá í eldi í sjó. Það sé að sjókvíaeldi. Ok, þá er ég búin að fara yfir allar spurningar. Það er en ein síðasta athugasemdin, þú getur lesið hana. Guðmundur, hún er jákvæð. Og ég ætla síðan bara að opna fyrir spurningar ef ykkur vil taka til máls. Þá er þetta rétt upp hönd. Ef ykkur vill segja eitthvað áður en að Helga Íris, skipulags- og tæknifulltrúi Dalvíkurbyggðar, tekur til máls. Er ykkur sem vill koma ykkur á framfæri? Já, Þröstur heiti ég. Heyrist í mér? Já, Það heyrist í þér, gjörðu svo vel. Þá komið sæl, Þröstur Jóhannsson heiti ég og er einn af rekstraraðilum Hríseyjarferjunnar og er þar starfandi skipstjóri. Nú ég kom þarna inn með spurningar þarna í sambandi við bílastæðin og það kom nú fram í svari að það væri ekkert reiknað allavega með frá framkvæmdaraðilanum, en það er kannski ekki á hans borði að leysa það mál. En þessi bílastæði og aðkoma að Hríseyjarferjunni er nú löngu sprungin eins og Katrín kom reyndar inn á áðan, þannig að það þyrfti nú svo sem að gera eitthvað í því, en ekki síst ef að þessi starfsemi verður að veruleika, vegna þess að mér skilst heyrist það að aðkoman að þessu eigi að vera þarna í gegnum sömu ræmuna eins og að ferjunni. Við fluttum 60.000 manns í fyrra, þannig að þarna er mikið af fólki og bílum á álagstímum, vörubílar og allavegana bílar. Þannig að ef þetta kemur svo ofan á með fóðurflutningum og öðru, þá held ég að það verði nú eitthvað að skoða þau mál. Ég veit nú bara svona að koma þess á framfæri. Nú, ég spurði líka þarna varnargarðana og ég vissi það nú reynda, ég var á fundinum í bjórböðunum í fyrra vor og það voru svona einhverja pælingar með lengingu á görðunum og það svo sem þyrfti nú að gera það alveg sama hvernig hvort sem að þetta verður eða ekki, vegna þess að þessi höfn er náttúrulega bara stór sjór á köflum, sko. Og við förum þarna inn í þessa höfn 3000 sinnum á ári, þannig að maður hefur svona ágætis tilfinningu fyrir því hvernig þetta er. Nú, ég veit ekki, sko, það er svo svona á þessum glærum sem maður sá hérna í bjórböðunum, þá fannst mér þetta nú vera miklu þrengra. Það getur nú vel verið að sé eitthvað búið að færa þetta til, sem sagt, viðleguna, en húsin eru nú klárlega stærri heldur en ég átti von á, en það er svona eins og þegar maður sér svona hvíta kassa, þá er það náttúrulega bara kannski gefur ekki neina mynd. En eins og ég segi, svona okkar kannski spurningar og svona áhyggjur snúa nú kannski fyrst og fremst að sveitarfélaginu, sko. Og við höfum sendum inn athugasemdir þarna eftir að fundi í bjórböðunum með okkar ábendingum og áhyggjum, og ég get ekki séð svo sem að þessar upplýsingar svo sem breyti. Ég held að þær athugasemdir standa alveg, sko. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Er einhverju fleiri sem vilja? Vilt þú kannski segja eitthvað, Katrín? Það er komin inn ný spurning hérna, mátti Já.
that before the project Yeah. can begin? Og hvenar? Já, hvað næstu skrefin áður en það verkefni getur hafist og hvenær? Helga Íris kemur inn á það núna í næsta erindi, þannig að ég vísa því til hennar. Takk. Það einhverju fleiri sem eru með spurningar? Eða vilja taka þetta máls? Að bara taka undir með Þresti með áhyggjurnar af ölduganginum í höfninni. Þetta er þekkt hjá okkur. Ég er búin að sitja fundi í Veit- og hafnaráði þar sem þetta er verið til umfjöllunar og sýndi upptökur af sjógangnum þarna og þetta er mjög slæmt. Það þarf að finna lausn á þessu. Takk. Herðu, það verðist ekki vera... Já, ykkur þannig sem vil... Já, Stefán Bjarntíðins hér. Við eigum þarna hús í Ægisgötu 15 sem er þarna á bakkanum og ég get ekki séð neitt sem býr á bakkanum sem verði ánægður með þetta. Fá þetta alveg gjörsamlega í fangi. Og sko að tróða þessu inn í mitt þorpið, ég bara skil þetta ekki, sko. Hvað við erum að hugsa? Ég bara var virkilega ekki að finna neitt annan stað fyrir þetta aðeins lengra frá mannabústöðum, sko. Þetta er að koma þarna og eyðileggja þorpið með þessu. Það er svona fyrstu viðbrögðin hjá manni að sko eins og það er nú gott að standa þarna á bakkanum og horfa út og eða hvernig sem það er. Að sjá svo fyrir sér þessi hús og suðið í einhverjum vatnsdælum og ég meina, hvar er sjarminn við þetta, sko? Takk fyrir, ég bara er í rusli. Eða þetta orðaði einhvern veginn. Hvernig manni líður? Ég skal kommentera þetta aðeins. Upprunalega þá sem sé óskuðu eftir að fá að byggja þetta á bökkum Þorvaldsdalsár. Þá komu einmitt athugasemdir og ábendingar að það væri heppilegra að hafa þetta á fyllingu þarna. Og þess vegna kom þetta til. En eins og við hefum verið að benda á og þá er þessi fyrri áfangi mun veldur miklu minni áhrifum heldur en svo stóri og við koma mikil mótmæli gagnvart þessum stærri áfanga þá getum við farið annað með hugsanlega stækkun. Og þá er ég ekki við hér á þessu svæði. Ég ætla að koma aðeins inn í þetta líka. Ég bara skil því alveg, Stefán. Ég veit hvar húsið er og ég veit að þetta hefur mikil áhrif á ásýndina frá því húsi. Þannig að þá er ég að miða við fyrsta áfangan. Mér finnst bara mjög mikilvægt að íbúar á Árskógssandi taki samtalið þetta og sendi inn athugasemdir því að það er það sem að skiptir okkur máli í sveitarstjórn þegar að kemur að ákvarðanatöku. Þannig að ég ætla bara að þakka fyrir þessa ábendingu líka. Við viljum heyra allar raddir. Takk. Já, þá er það einn bara rétt upp hönd. Siggi, þá orðið er þitt. Já, það er Agnes sem er með spurningu. Já, ég er kannski ekki með spurningu. Ég ætlaði bara eiginlega að taka svolítið undir hjá Stefáni í sambandi við bara útsýnið á bakkanum. Það er náttúrulega algjörlega einstakt. Og það þannig að bara passa vel að svona flestir íbúar verður svona þokkalega sáttir. En það er kannski einmitt mikill sjarmi á Árskógssandi en auðvitað styður maður alla uppbyggingu og þess áttar, þannig að ég er ekkert að gefa það út að ég sé á móti ykkur en það þarf að passa þetta verulega vel og eins og Dalvíkurbyggð standi virkilega vel við bakið á okkur því að það veitir eiginlega ekki af því held ég þegar það komur svona stórt fyrirtæki. Að Dalvíkurbyggð standi sína plikt að halda utan fólki hér og stuðla að ykkur uppbyggingu. Takk fyrir. Mér aftur á móti líst bara því miður ekkert á þetta. Takk fyrir.
Já, Bjarni, ætlaðir þú að segja eitthvað? Svo sem ekki sko, þetta er bara gott að fá allar athugasemdir eins og ég segi. Það er það sem að við þurfum að hafa í farteskinu núna næstu dagana og Helga ætlar að koma aðeins betur inn á það í sínu erindi með hvað hætti það, hún vill að það berist. Takk. Takk fyrir. Þá er það Pétur. Gjörðu svo vel. Við heyrum ekkert í þér. Svona, ég var að reyna að ná mjútinu af. Heyrið þið mig núna? Já. Já, ég er búinn að horfa á þetta og lagt þarna fram nokkrar spurningar og mín áhersla liggur nú dálítið mikið í kringum höfnina og en svo sem ekki síður yfir heildar ásýndina og vissulega er þetta spennandi að fá hugsanlega möguleika á uppbyggingu en á móti kemur að þetta er gríðarleg breyting á öllum staðnum. Hann raunar eiginlega hverfur inn í þetta verkefni og það er þarna hlutir eins og Þröstur kom inn á varðandi ferjuna og það svæði að það er greinlegt að þeir sem hafa verið að skipuleggja geta gera sér enga grein fyrir þeirri umferð sem þar er. Og þessar breytingar sem þarna eru, það koma þarna nokkur ný bílastæði en það tekið mikið fleiri af. Og staðan er þannig í dag að ég þekki þetta nú vel því að ég er hérna á þessu svæði alla daga eins og Þröstur, allan ársins hring. Og svona frá því í maí og fram í september þá vantar þarna 40-60 bílastæði. Og það er bætt við 10 í staðinn fyrir ykkur 30 sem eru tekin af. Þannig að þetta er greinilega ekki hugsað út frá því. Og eins varðandi höfnina, ég sé ekki fyrir mér annað en að svona beinn grjótgarður meðfram höfninni eins og þarna er lagt til, hann muni fyrsta lagi gera það verkum að innsiglingin í höfnina verði í norðanátt verði nánast útilokuð vegna þess að það verður svo mikið frákast frá þessu grjóti og það verður ókyrrð og síðan þegar er þung alda þá þrýstist hún einfaldlega ennþá meira saman og inn í höfnina og þannig að ókyrrðin sem er til staðar í dag verði mun meiri. Auðvitað er væntanlega siglingasviðið eitthvað að skoða þetta en þetta er allavega það sem ég held að liggi fyrir okkur sem notum höfnina dagsdaglega sé mikið áhyggjuefni ef ekki eiga að koma einhverjar aðrar þá varnir heldur en það er sýnt þarna smá færsla á grjótgarði en það gerir ekkert fyrir höfnina í heild sinni. Það eykur aðeins plássið þannig kringum Hríseyjarbryggjuna en vörnin fyrir hana, ferjubryggjuna segi ég, en vörnin fyrir hann ekkert betri. Þannig að ég held að ef að þessari framkvæmd verður þá sé þessi eins og þetta er lagt upp gagnvart höfninni algjörlega útilokað að þetta geti verið svona. Takk. Þetta eru bara vangaveltur sem að ég kannast við úr Veit- og hafnaráði og Pétur svo sem búinn að sitja þar og veit kannski hvað hefur verið rætt áður en þetta er búið að vera minnst kosti núna frekar hávært eftir svona síðustu 2 ár þetta með ölduganginn og að það þurfi að kyrra þetta allt saman og þess vegna boðum við líka aðila frá siglingasviði vegagerðarinnar á þennan fund. Veit ekki hvort þeir eru staddir inni en allan tíman þá getum við komið þessum umræðum til þeirra af því að fundurinn er tekinn upp. Já, takk fyrir. Það var að koma ný spurning inn á spjallið og það ætla að lesa hana. Hefur Laxós skoðað Hauganes? Er kannski mögulegt að fara á milli Hauganes og Árskógssandi og byggja til dæmis Brímunes? Birnunes. Líklega átt við Brimnes eða Birnunes. Já, Brimnes. Sem er ekki landi í eigu sveitarfélagsins að minnsta kosti. En þessu er beint til Laxós spurningunni. Já, það er voðalega erfitt að svona framkvæmd það er ekki hægt að setja þetta hvað sem er sko. Og
Það mjög mikið mál að fara að breyta þessu og ég býst við því að ef það einhver breyting þá myndum við bara fara í burtu. Það væri innan röfnæta. Við hefum ekki orðið var við svona neikvætt gagnvart þessum fyrri áfanga sko. Já, það er spurning hvort að þetta sé, sko þarna eru sýndir 2 möguleikar, þarna fyrri eða minni fyllingin og stærri fyllingin. Og það var náttúrulega spurning hvort að annar af þeim kostum komi alls ekki til greina eða hvort annar þeirra kostum komi virkilega til greina. Það er eins og Guðmundur Valur var að segja sko að verkefnið í grunninn er ekki háð því að þessi stóra fylling komi. Vegna þess að þetta er rekstrarhæf eining held ég sem hann er að stefna að með minni fyllingunni. Þannig að það gæti gengið upp þannig. Enda myndi verkefni alltaf verða þannig í byrjun. Hvor sem er sko. En það er náttúrulega verið að sýna þennan möguleika með stóru fyllingunni til þess að vera ekki að koma aftan að fólki síðar og segja nú þurfum við að stækka. Sko, þannig að það er þá bara ákveðið núna hvort að sveitarfélagið vill opna möguleikana eða auglýsa stóru fyllinguna eða hvort að það verður bara ákveðið að það kom ekki til greina og það verði farið í einhvað sem er mildara gagnvart umhverfinu þannig. Og ef að það er gert að þá hugsanlega sko ef það koma inn sjónarmið þarna til dæmis frá sveitarfélagi og höfninni bara alvöru stækkun á bílastæði og aðstöðu þá hlýtur að vera að spila það saman við minni fyllinguna sko. Það er bara minniháttar lagfæring á henni og þá er búið til bílastæðasvæði vestast á fyllingunni. Það er líka samvinna fleiri af því að þessi bílastæði eru fyrir þjóðveginn til Hríseyjar. Já. Vegagerðin. Já. Fáum við vegagerðina til þess að borga fyllinguna. Svo sko, þetta er ákveðin deigla. Það er að gera að koma með bæði ákvæðar og neikvæðar punktar sko, því að eins og ég sagði líka í kynningunni sko, þetta hefur gríðarleg áhrif á bæjarmyndina. Og það er bara augljóst. Við sýnum það með þessum myndum. Þetta er alveg gríðarleg breyting. Þannig að það þarf að ræða það út frá því. Það er líka spurning hvort að það sé hægt að sko leggja og það er alveg örugglega hægt að taka út hvítu kassana og setja sem sagt útlitshús í staðinn með hugsanlegum lit og öllu þannig að fólk sjái meira sko ásýndina í raunveruleikanum. Þetta er svolítið mikið blokkering á öllu þegar koma bara svona hvítir hvítar skellur og engir gluggar og ekki neitt sko. Þannig að þetta lítur enn verr út heldur en að það þarf að líta út. Já, hugsanlega. Það er ein spurningi viðbót komin á spjallið. Hvað verða mörg full störf í boði á staðnum? Verður einhver hluti af því vertíðarstarf? Nei, eins og ég sagði að þá reikna ég með 10 til 12 ársverkum og það allt saman, svo reikna ég með í viðbót sem ég nefndi ekki. Það var vaktir og eða bakvaktir. Og það kemur alveg til greina að það séu bæði sko, starfsfólk sem starfar þarna fái eitthvað auka fyrir það og eða þá sérstaklega einhverju aðrir. Sko. Þetta er ekki vertíðarstörf sem sagt, þetta eru heilsársstörf. Þessi 10 til 12 eru heilsársstörf en í viðbót þá oft þessu starfsfólki sem í heilsársstörfum þeim boðið að taka bakvaktir og svo líka helgavaktir, þetta eru vaktarkerfi sem eru notuð í svona, það þarf náttúrulega alltaf að sinna fiskum alla daga. Það ekki eins vertíðar.
Takk fyrir þetta. Það var komin önnur spurning. Væri hægt að fá þrívítamyndir með einungis fyrri áfanganum? Þær eru í kynningunni. Já, módelmyndirnar eru með bæði fyrir og seinni. En það til dæmis, það vannst ekki tími að vinna til dæmis ásýndina frá sjó fyrir áfangan. Það væri mjög fróðlegt. Já. Má kannski gera það. Það má gera það sko. Já. Þannig að þið geti haft það tiltækt á vefsíðunni hjá okkur. Bara gera það. Takk fyrir. Þá eru ekki fleiri spurningar í bili og ég ætla þá að leyfa Helgu Írisi, skipulags- og tæknifulltrúa Dalvíkurbyggðar að fara yfir tímalínuna framundan sem snýr að sveitarfélaginu. Gjörðu svo vel, Helga. Takk fyrir. Afsakið. Já, ég ætlaði bara að fara stuttlega yfir tímalínuna, svona út frá skipulagssjónarmiðum og svona hvert á að skila inn umsóknum og athugasemdum. Það reyna að deila skjánum með ykkur. Svo. Nærðu að deila? Ég þarf kannski að gera þig að co-host. Já, það virkar. Flott. Er það? Sjáu þið þetta? Já. Svona. Heyrðu, þetta er svona gróf tímalína svona yfir skipulagsmálin sem eru framundan hjá okkur. Núna erum við svona í svona frumkynningaferli. Það var á sínu tíma 2017 gefin út lýsing fyrir skipulagsverkefnið og þá komu inn athugasemdir og ábendingar á sínu tíma. Núna er verið að endurvekja þetta verkefni og þess vegna þessi fundur svona forstíð af þessari endurvakningu. Þannig að við viljum endilega fá ábendingar og athugasemdir frá ykkur núna strax í upphafi áður en við höldum áfram lengra í ferlinu. Næsta skref er þá eftir að þessi athugasemdafrestur núna mánaðamótin líður og þá er að skipulagstillögurnar, bæði deiliskipulagstillaga og breyting á aðskipulagi verða afgreiddar í umhverfisráði. Sjáu þið músina mína? Já. Hún er að það verður fundur í byrjun febrúar í umhverfisráði og svo miðjan febrúar í sveitarstjórn, þar sem þetta verður þá tekið fyrir og afgreitt. Í kjölfarið Já. Það komi alveg skýrt fram að þetta er miðað við alltaf að ferlið gangi alla leið. Já. Þetta er í besta falli. Eftir að sveitarstjórn er búin að samþykkja að auglýsa skipulagstillögurnar, þá hefur skipulagsstofnun tímafrest, 4-5 vikur til þess að gúttera skipulagsbreytinguna og eftir það þá er hægt að auglýsa í 6 vikur skipulagstillögurnar og við sjáum fyrir okkur það verði svona í mars og apríl sem það verða auglýstar, græna línan. Og á þessum tíma þá náttúrulega verður annar kynningafundur á þessum tillögum, bæði deiliskipulagstillögunni og breytingunni á aðalskipulaginu. Og þetta á að vera mjög vel kynnt á að halda einhvers konar fund, vefkynningu, opið hús, þetta á að vera aðgengilegt á heimasíðunni, allar tillögurnar og svo verður þetta sjálfsögðu líka auglýst í fjölmiðlum. Þannig að þetta á ekki að fara fram hjá nokkrum einasta manni. Eftir 6 vikna athugasemdafrest, þá gefum okkur svolítið tíma í að fara yfir og afgreiða athugasemdirnar sem berast. Því að það verður örugglega eitthvað það. Og sjáum fyrir okkur að við sem að gera það svona í maí. Þá séum við að vinna úr því og þá taka tillit til þeirra í vinnslu skipulagstillagnanna. Svo er gert ráð fyrir það í júní eða júní, og þá gerir umhverfisráð tillögu afgreiðslu, endanlega tillögu afgreiðslu og að þær skipulagstillögur verði síðan samþykktar í sveitarstjórn væntanlega á júnífundi sveitarstjórnar. Og eftir það, þá fer er það bara í júlí líklega, júní, júlí sem að
þetta verður staðfest hjá Skipulagsstofnun ef Skipulagsstofnun gerir það og svo eftir það auglýst í B-deild og þá tekur skipulagið gildi og þá hægt að fara að vinna eftir því. Þannig að þetta nú svona gróf tímalína svona ef allt gengur upp og allt gengur vel. Ég ætlaði svo að segja ykkur hérna, við viljum endilega, sem ég sagði áðan, viljum við endilega fá athugasemdir og ábendingar frá ykkur varðandi þessa kynningu, þótt þetta sé bara svona frumstig og verið að endurvekja gamalt verkefni. Við viljum bara hvetja alla til þess að senda okkur línu, alveg saman hvort það eru ábendingar, athugasemdir, skammir eða einhverja skoðanir eða tillögur, þá viljum við endilega fá að vita það og endilega tiltaka hvort þið er að hvora tillöguna er að tala þessa litlu landfyllingu eða stóru, þá væri fínt að vita það, hvort að ykkur finnist einhver blæbrigða munur vera á þeim tillögum. Allar upplýsingar verða aðgengilegar inn á heimasíðu Dalvíkurbyggðar og við ætlum að setja inn þessi gögn sem Árni var með og fundurinn er tekin upp núna og hann verður líka aðgengilegur á heimasíðunni hjá okkur. Við viljum endilega fá athugasemdir og ábendingar fyrir mánaðamót, svo við náum að vinna úr því fyrir fund umhverfisráðs og sveitarstjórnar. Og það er að berast svona skriflega helst á netfangi helgairis@dalvíkurbyggð.is eða á dalvíkurbyggð@dalvíkurbyggð.is og við tökum það svo saman og vinnum úr þeim. Þannig að já, hvet ykkur til þess að vera í bandi. Já, takk kærlega fyrir þetta, Helga Íris. Er eitthvað spurningar til Helgu áður en við höldum áfram? Já, það má náttúrulega minna á það að það voru umræður á svona fundi á Árskógssandi sem leiddu til grundvallarbreytinga frá fyrstu hugmyndum, frá fyrstu tillögum. Þannig að þetta form á að virka ef fólk kemur með bæði alvarlegar athugasemdir og líka jákvæðar hugmyndir. Hvernig er hægt að benda, eins og þar var gert, að benda á lausn sem var betri heldur en var verið að kynna. Já, takk fyrir þetta, Pétur. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Það er eitt sem ég rak augun í sem að það var þessi stutti frestur sem gefinn er til að gera einhverja athugasemdir. Já, núna? Núna, já. Vegna þess að það er nú þannig háttað hjá okkur í dag að þáttur að við sitjum þennan fjarfund hérna og margir eru staddir hérna að það eru margir sem að kannski ná ekki að fylgjast með þessum með þeim hætti sem þeir vildu gera, íbúar hérna á staðnum og annað. Ég tel afar mikilvægt að íbúarnir á staðnum geti hist og farið yfir sín mál svona augliti til auglitis til þess að afstöðu til svona stórsmáls og með við núverandi samkomu takmarkanir þá er það ekki mögulegt fyrir eftir annan febrúar. Og ég get ekki lítið þetta sem þó að þetta sé vissulega gott að fá kynningu með þessum hætti en ég get ekki lítið það sem ásættanlega afgreiðslu á svona stóru máli að gera það með þessum hætti öðru sem að fólk á að koma saman á staðnum. Þó það þýðir að þetta er búið að vera 6 ár í gangi, það getur ekki munað til öllu hvort þetta býður í einhverja 2 vikur lengur. Er það 4 vikur? Já, eða 4 vikur, já. Já, ég skil alveg. En þetta, ég vil allavega koma þessu sjónarmið á framfæri. Já. Takk. Já. Mér langar til að taka undir með Pétri að Mónika heit ég, íbúi hérna á Árskógssandi, að mér finnst rosalega mikilvægt að við náum að hittast. Bara, ekki til þess að sitja eitthvað og vera með eitthvað leiðindi, heldur bara að ná að hittast og spjalla. Þannig að mér finnst svona við vitum alveg að 5 tala saman hér og 5 þarna í staðinn fyrir að fólk hittist að spjalli
Við vitum öll munin á því. Já, Það er spurning, sko, er hægt að gefa frestinn, þú veist, þannig að ef við myndum hafa bara helst þriðja, skiljiði, þú veist, og við náttúrulega bara krossum fingur og vona að þeir stækja aðeins þá sem að mega hittast. Já, eigum við ekki bara að skoða það, hvort að það sé ekki hægt þá að lengja athugasemdafrestinn, það er ekkert mál, sko. Þetta er ekki það strangt. Þú gæti þurft að mæta og auka umhverfisráðsfund samt. Já, ég skal alveg fórna mig það fyrir það að fólki ná að hittast. Ok. Já, við skoðum það. Það verður þá auglýst á heimasíðunni ef fresturinn verður lengdur. Takk fyrir. Eru einhverjar fleiri spurningar? Virðist ekki vera. Þá er það Katrín, sveitarstjóri, sem ætlar að taka til máls með samantekt. Gjörðu svo vel, Katrín. Takk fyrir það. Ég ætla svo sem ekkert að vera að orðlengja þennan fundi eitthvað frekar. Mér finnst þetta hafa verið mjög góðar umræður, margir góðir punktar. Það er alveg vita mál að þetta verður örugglega ofarlega í hugum íbúa á Árskógssandi núna eftir þetta, að sérstaklega að sjá svona þessa ásýnd og þessi áhrif. Mér finnst, ég ætla að leggja áherslu á það að fólk taki umræðuna einmitt eins og kom fram að velta fyrir sér bæði fyrsta áfanga og svo öðrum áfanga. Ég er búin að fá það frá verkefnisstjóra að það er alveg möguleiki að fara með þennan annan áfanga í annað sveitarfélag. Þannig að það er möguleiki að gera verkefnið bara með fyrsta áfanga. Auðvitað viðurkenni ég það alveg að mér finnst rosalega spennandi að mörgu leyti að það geti komið gott atvinnutækifæri á Árskógsströnd og Árskógssand. En ég er alveg sammála líka því að maður fórnar ekki alveg hverju sem er fyrir hvað sem er. Hins vegar erum við að tala matvælaframleiðslu fyrirtæki til eða þeim stuðlar að matvælaframleiðslu og skapar einhver 10-12 störf. Þannig að auðvitað er þetta verðmætti fyrir staðinn sem slíkt. En ég vil styðja það. Ef við getum mögulega framlengt frestinn fram til 3. Ég ætla að vona að verði hægt að halda íbúafund og það hlýtur þá að vera hægt að halda 2-3 minni ef að takmarkanirnar eða mannfjöldatakmarkanirnar verða með þeim hætti á þeim tíma. En ég vil hvetja alla til þess að senda inn bæði jákvæðar og neikvæðar umsagnir, hvernig umsagnir sem er og umhverfisráð mun taka þær til umfjöllunar. Þannig ég ætla svo sem ekkert að hafa þetta lengra, ég ætla bara að þakka Önnu Lind kærlega fyrir að stýra þessum fundi og ég ætla að þakka Árna og Guðmundi Vali fyrir þeirra skýringar og að sitja fyrir svörum við okkur. Ég þakka líka Helgu Írisi fyrir að vera með okkur í fyrirspurnunum eða svörum og að því loknu þá segi ég þessum íbúa- og kynningafundi slitið. Takk. Takk fyrir. Þá stöðva ég upptöku.